Já, ég ætlaði að vera með nokkur orð og með nokkur orð. Mér langar að koma hérna með smá punta í sambandi við hana Hönnu. Við þekkjum hana Hönnu í fyrri Samúelsbók og hún gat ekki átt barn og var búin að reyna í mörg ár að verða ófrísk eins og margar konur í dag að berjast við. En það kom að því að hún varð ófrísk. En mér langar að deila hérna nokkrum orðum með ykkur úr þessari frásögn. Svein þennan gjörði ég bæn mín og drottin veitti mér bæn mína sem ég bað hann Og þetta í fyrri Samúelsbók 1:27. Saga Hönnu kennir okkur að Guð heyri bænir sem koma frá sundurkrömdu en trúföstu hjarta. Hún var hrædd, hún var misskilin og djúpt særð vegna þess að hún gat ekki eignast börn, en samt neitaði hún að leyfa beiskju að eyðileggja trú sína. Í stað þess að gefast upp bar Hanna sársauka sinn fram fyrir Guð. Margir biðja aðeins þegar þeir vilja sjá skjót svör, en Hanna kennir okkur kraft þrautseigrar bænar. Ár eftir ár, takið eftir, ár eftir ár, grét hún frammi fyrir drottni og trúði því að himinin hlustaði. Hann hlustaði enn, jafnvel þegar aðstæður gæfu henni engar ástæður til að vona. Tár hennar urðu að fræjum kraftaverks. Hanna faldi ekki tilfinningar sína fyrir Guði. Hún úthelti sálu sinni einlæglega. Það var engin þykjustuleikur, engin trúarleg framkoma og engin fáuð orð. Hún stóð frammi fyrir Guði algjörlega varnarlaus. Það sú tegund bænar sem hreyfir himinin, einlæg, örvæntingarfull og full trúar. Ein af stærstu lærdómunum úr bæn Hönnu að sársauki getur orðið upphaf tilgangs. Sú barátta sem næstum braut hana niður varð vitnisburðurinn sem opinberaði dýrð Guðs. Stundum leyfir Guð biðtíma vegna þess að hann að undirbúa eitthvað stærra en við ímynduðum okkur. Hanna kennir okkur einnig að tafir Guðs ekki afneitanir Guðs. Þó að fólk dæmdi aðstæður hennar var Guð þegar að skrifa sigur hennar. Himinin hunsaði ekki grát hennar. Guð var að undirbúa réttu stundina fyrir kraftaverk sem myndi hafa áhrif á kynslóðir. Þegar Hanna baðst fyrir, gerði hún sáttmála við Guð. Hún lofaði að ef Guð gæfi henni son, myndi hún gefa hann aftur drottni. Hanna skildi að blessanir ekki bara til persónlegrar huggunar. Þær einnig ætlaðar Guði. Sönn trú heiðrar Guð alltaf með því sem hann gefur. Guð svaraði Hönnu með Samúel, einu mesta spámanni Biblíusögunar. Konan sem eitt sinn grét í þögn varð móðir andlegs risa. Núverandi barátta þín gæti tengst framtíðar blessun sem mun snerta mörg líf umfram þitt eigið. Bæn Hönnu minnir á að Guð sérhæfi sig í ómögulegum aðstæðum. Mannleg takmark ekki guðlegan kraft. Það sem fólk kallar vonlaust getur Guð breytt á einni nóttu. Engin lokuð hurð of sterk til að hönd Guðs geti ekki opnað hana. Önnur öflug lexía sú að tilbeiðsla verður að halda áfram jafnvel meðan beðið er. Hanna fór samt í hús Guðs þrátt fyrir sársauka sinn. Hún neitaði að yfirgefa Guð vegna vonbrigða.
Sönn trú tilbyður áður en gegnumbroti kemur, ekki aðeins eftir að það birtist. Það eru og verða stundir, þegar aðri misskilja tár þín, er rétt eins og Elí misskildi Hönnu. Hann hélt að hún stæði fyrir utan musterið og væri dauðadrukkin. En hún var aðfram komin af sár og sorg yfir því að hún ætti ekki barn. En Guð skildi hvert einasta orð sem hún gat ekki sagt upphátt. Láttu aldrei hugfallast þegar fólk skilur ekki þína andlegu baróttu. Guð sér hjartað, jafnvel þegar fólk sér aðeins útlitið. Sigur Hönnu kom eftir uppgjöf. Leið og hún lét byrði sína falla frammi fyrir Guð, kom friður inn í anda hennar áður en kraftaverkið birtist henni. Stundum byrja gegnumbrotið þegar við hættum að bera það sem aðeins Guð hefur mátt til að takast á við. Þessi kennsla leiðir einnig í ljós að bæn breytir meira en aðstæðum. Hún breytir fólki. Hanna gekk inn í musteri brotin, en hún gekk út styrk í trú sinni. Öflug bæn framkallar ekki aðeins kraftaverk í kringum okkur, hún umbreytir okkur hið innra með okkur. Í dag er saga Hönnu áminningu að engin bæn sem beðin er í trú er nokkuð tíman til einskins. Guð heyrir grát barna sinna. Hann svarar enn samkvæmt fullkomnum vilja sínum og tímasetningu. Því vil ég hvetja þig til að halda áfram að biðja, haltu áfram að treysta og haltu áfram að trúa. Sá Guð sem minntist Hönnu hefur ekki gleymt þér. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag, vinir.